Komiði sæl og blessuð. Ég ætla að finna þennan fyrirlestur hérna áður. Gaman að fá að tala hérna yfir ykkur og ótrúlega flott umgjörð og öll tæknimál hérna tipp-topp. Og hérna, ég held að þetta sé með því besta sem við höfum lent í hérna með fagráðstefnu. Rosalega snurðulaust allt saman. En ég ætla að byrja hérna á því að fjalla skógarskaða sem geta verið ýmiss konar. Og hérna, þessu getur maður lent í hjólaferðum nú til dags á Íslandi. Það komi trjágróður beint yfir stíginn og maður kemst ekki lengra. Og verður meira af þessu í framtíðinni. Ég ætla sem sagt ekki að tala hérna efniviðinn og pöddunar sem þau eru búin að fara yfir, Brynjar og Brynja. Og hérna, en ég ákvað að sýna samt þessa fallegu mynd. Þetta eitt af þessum hræðilegu meindýrum. Þetta skóbursti, svokallaður. Við finnum hans, skóarbursti fyrirgefðu, skóbursti, já. Þetta skrautlegasta lirfan sem ég þekki hérna á Íslandi. En hvaða breytingum eigum við von á? Það er búið að fara vel yfir það hér í morgun. Það er verið að tala náttúrulega lengri og rakari sumur, hlýrri vetur, meiri úrkomu, meiri bleitusnjó, ég hef líklega heyrt af því, snjóbrot. Það kom hér fyrir nokkrum árum mikið, 2-3 ár síðan, það brotnaði mjög mikið af skógum á Norðurlandi og þá var áberandi að það munaði kannski bara hálfri gráðu milli dala eins og það brotnaði miklu minna í Fnjóskadal heldur en í Eyjafirðinum eða Skagafirðinum. Við eigum mögulega von á tíðari stormum, kannski þrálátari og lengri veðrum, skriðuföllum í upplíðum. Við þekkjum það víðum landa þegar að frýs ekki lengur skriðan efst í fjallinu, þá koma niður skriður. Og síðan, af því að við erum kannski að koma inn í tímabil sem er lítill snjór yfir veturinn, þá getum við lent í mjög vondum sandstormum eins og við lentum í núna bara í 1. janúar í fyrra. Voruðu rosalega skemmtir á bæði gróðri og trjám og jafnvel jarðvegi sums staðar. Og þetta var miðjan vetur í snjólausu landi, gríðarlegt rok. Þannig að það er einhverjar breytingar sem við vitum að eru byrjaðar. Og þá er spurningin hvers konar skaðar þetta gætu þá orðið. Við þekkjum líklega öll stormfall. Það er að segja þegar tré einfaldlega bara brotna eða rótvelta. Og þetta er orðið algengt eftir því sem skógarnir hækka og auðvitað er meiri rótarveltu hætta þar sem í jörð er annarkvort þunnur jarðvegur eða blautur jarðvegur. Og þetta fer að verða vandamál sérstaklega ef að það frýs seint og þiðnar snemma. Sem sagt á haust og veturum og vorin. Og eins og ég sagði áðan, þá eru þessi stormar, það er allavega sumum mánuðum sem við höfum haft nokkuð margar lægðir sem ganga hérna yfir. Og eftir hverja einustu lægð þá sjáum við fleiri tré fallin. Og dæmi þetta má sjá bara á plókstrengjum í Haukadal og víðar. Það sem voru verið að plæja í frekar blautt land og svo gróðursett í toppinn og þá er rótarkerfið allt upp á hryggnum og það er ekkert annað framundan fyrir þessi tré heldur en að velta. Þess vegna hefur við verið að fella í rauninni heilu reitin á svona svæðum. Þannig að síðan er þetta náttúrulega með hlýjandi af vetri eins og Brynja fór yfir og ég þarf svo sem ekkert að fara betur yfir það. En það er náttúrulega bara stór hætta á að það kali eftir svona hlýjenda kafla eins og gerði í febrúar til dæmis. Það sá maður að runnar voru farnir að bruma og það var örugglega og við gætum séð skemmtir á ákveðnum tegundum, til dæmis ösp eftir þetta hlýjenda skeið og fá svo þetta frost í kjölfarið. Við sjáum það bara ekkert verið í vor. Síðan er þetta með þurrkana. Við vitum að það geta komið meira að segja þurrkar yfir sumarið. Þó að þetta eigi að auka úrkomu þá höfum við þessi tímabil til dæmis fyrir austan fyrir 2 árum. Það sem var mjög þurrt eiginlega allt sumarið.
og menn voru farnir að sækja sér vatn sko á sveitabæi til að geta brýnt skepnum. Og ef það hefði komið upp eldur og hérað við óheppilegar aðstæður þá vitum við að það hefði getað breiðst út. Þannig að eldhætta er raunverulegt vandamál. Og svo er spurningin, er eitthvað hægt að bregðast við þessu? Já, við vitum að það er hægt. Við þekkjum til dæmis í sambandi við skógarelda að það er hægt að skipuleggja skóga með þeim hætti að það séu auð svæði inn í skógunum, jafnvel beitilönd ef þetta er á bújörðum, þar sem eldur breiðist á síður yfir. Líka val á trjátegundum, það er hægt að velja asparbelti eða asparreiti sem leika kannski þvert í gegnum einhver sígræn tré. Þannig að svoleiðis skipulag getur dregið úr hættu. Síðan er í rauninni mikilvægt að setja brunavarnar áætlanir inn í alla áætlanagerð fyrir nýja skóga. Þannig að það sé hægt að koma fyrir eldvarnar, hólfum eins og ég sagði, brunabeltum og vera með staðsetningu vatnsbóla alveg klár og vera kannski með einhver lágmarksbúnað á hverjum bæ fyrir sig, hverjum skógi og vera svo með flóttaleiðir á hreinu því að það getur verið stórhættulegt ef það kemur upp eldur og engin undankomuleið til dæmis út úr hinum endanum á skóginum. Og síðan er þetta með umhirðu skóga, það er líka mikið atriði. Þið hafið líklega heyrt um alla skógareldana í Svíþjóð og Finnlandi og Kaliforníu og víðar. Á sama tíma hafa Finnar óskaplega lítil vandamál og sumir tengja það því að þeir hirði betur um skógana almennt. Sé meiri grisjun, hugsanlega eru þeir með aðrar aðferðir, kannski að taka meira heilum trjám út úr skóginum þegar grísa, ég þekki það ekki alveg en það er allavega á einhverjum orsökum minna um stóra skógarelda í Finnlandi. Það gæti líka verið að þið eru með 1000 vötn sem þið geta sótt vatnið í og stoppa eldin í fæðingu. En það er svo, kemur hin hliðin sko, með grisjun þá eykst hætta á stormfalli og sérstaklega það farið á seint inn í skóga og grisjað. Þannig að þetta snýst rétta grisjun á réttum tíma en alls ekki fara á seint inn í reiti. Og svo er það spurningin, ef að reitirnir eru orðnir háir og þéttir, þá er líklega bara betra einfaldlega að láta þá standa og bíða einhver ár og fella þá svo og planta upp á nýtt. Allavega ef landið er þannig, sem sagt, við erum með eitt dæmi í Haukadalsskógi sem ég sýni ykkur líklega ekki myndir af, en já. Þarna sjáum við Aðalstein í skóginum vinstra megin, mjög þéttur skógur í Mýrdalnum og svo er Mosfellsskógurinn, svona blandaður skógur með ýmsum tegundum, mikið af förurindar. En það sem í rauninni við vitum í dag er að það vantar upplýsingar hvað gerist. Við höfum örugglega einhverja hugmyndir um það, en það þarf í rauninni að bæta skráningu og vöktun á þeim viðburðum sem verða. Bæði, ég veit að það er gert, að það kannski þarf að taka það betur saman. Það hafa verið skráðar skýrslur skógarelda, það hafa verið skráðar skýrslur stormfall og annað. Lárus Heiðarsson skráði núna síðast stormfallið í Jórvík og líklega niður í Djúpavogi. Brynja, hún safnar öllum upplýsingum skordýr og ég held hún hafa alltaf að safna upplýsingum stormfall og síðan er ISU að skrá líka ef það eru stormfall og annað í þeim mælireitum sem þau fara í. Þannig að það er aðeins verið að vakta þetta og skrá niður. En líklega þarf að bæta þar úr, þannig að við getum lært af þessu hvort að það er munur á milli meðferða, hversu mikill grisjunastyrkur, hvaða trjátegundu við erum að eiga við, hvers konar jarðvegur er undir og allt það. Þannig að við höfum einhverjar upplýsingar um það. Síðan ætla ég nú bara að sýna ykkur myndir af síðustu hörmungum. Þarna sjáum við birki sem er brotið, þetta er nú líklega mynd sem að Hrefna lét mig, sett inn í þetta, það ekki Hrefna. Þetta er væntanlega eftir snjóaveturinn þarna, eða snjókomuna, blauta snjóin. Stormurinn í Hálsaskógi, hann var alveg skelfilegur. Það hreinsaðist bara niður heilu lundirnir þarna.
og einskýringin á þessu okkur þetta var svona slæmt, það var vissulega algjörlega brjála veður og kom þarna ógurlegur vindhnútur, en líklega var búið að gróðursetja, þetta var lítið grisjaðir skógar og það var líklega búið að gróðursetja í gamla daga alveg upp að klettum, þannig að rótarkerfið á trjánum náði ekki í rauninni festu þeim megin. Þannig að síðan komu kviðan og ruddi skóginum, þarna næst klettunum niður og svo var bara dóminó inn í skógin og allt brotnaði í klessu. Þannig að hugsanlega hefði rétt grisjun snemma dregið úr þessari hættu þarna. Og síðan, já, þetta svo sem ekki, hvað skal segja, þó að það verði mikla skemmdir á einhverjum ákveðnum tímapunkti, þá það bara svona tímabundið áfall yfirleitt í okkar skógrækt og mjög sjaldgæft að við verðum fyrir það miklu tjóni að það valdi hafi mikil áhrif á framtíðar skógrækt. Og jafnvel eins og þarna, þessi myndir úr Þjórsárdal, sýnir skemmdir á birki þarna sem að spændist upp eftir sandstorm, þó á uppgrættu landi. Þarna hreinsaðist börkur af greinum og jafnvel stofnum trjánna, en síðan kemur alltaf lítil grein upp úr langflestum trjánum. Þannig að þetta tímabundið áfall, getur hægt á framvindunni kannski 10 ár, en þetta ekki endalok skógræktarinnar þó að verði komið svona áfall. Og örstutt lærdóminn sem við getum dregið, já, við vitum eitt að því meiri skógrækt, því meiri hætta á skemmdum og nánast örugt að það verði því meiri skemmdir, því meiri skógur sem er. Ég ætla samt ekki að hvetja neitt til þess að hætta að rækta skóg. Við viljum endilega fá meiri skóg í landi eins og búið að koma fram. Við þurfum að fá meiri skóg. En eitt sem við vitum ekki hvort að loftslagsbreytingarnir munu vera til þess að auka skemmdirnar eða draga úr þeim. Við bara höfum ekki hugmynd það. En það alveg þess virði að auka vöktun og fylgjast betur með hvaða þýðingu þetta hefur. Ég held að ég hafi svo sem mikið fleiri að segja. Takk fyrir. Við erum að græða svo mikinn tíma núna í og með vegna þess að næsti fyrirlesarinn mætir ekki. Það eitthvað snjóflóðavesen fyrir austan, einhver hluta vegna. En þannig að við höfum nógan tíma fyrir spurningar. Ef að þið viljið koma með spurningar eða athugasemdir til Hreins. Ólafur? Ein stutt spurning varðandi stormfall. Eru það ákveðnar trjátegundir sem eru meira á hættu að falla í stormum eða búið að taka einhver úttekt á því? Það virðist eins og lerki virðist ekkert fjóka mikið koll. Hvernig reynslan? Svona tilfinningin á þess að ég hafi nokkra niðurstöður að grenireitir, þeir eru viðkvæmir, fura, rottveldur og brotnar í snjó. En svo höfum svo sem dæmi að meira segja birkireitir hafi oltið og ösp fókið koll í miklum veðrum. En svo þetta oft litlir reitir og oft eru skýringar á af hverju trén hafa oltið. Það gæti hafa verið lagður vegur við hliðina nýlega eða grafinn húsgrunnur. En inn í skógunum sjálfum þá held ég þetta sé nú algengast að þetta séu svona stök tré sem eru gölluð sem brotni fyrst og fremst og að mjög sjaldgæft að við höfum samfellda stóra reiti sem að falla. Fleiri spurningar? Bjarni? Já, Bjarni. Já, takk fyrir. Kannski að Hrefna, beinið til Hrefnu til nýtiskortar á bújörðum, fólkinu að Hreinn fór yfir hvað við getum gert varðandi skógarelda og það náttúrulega ekki spurning hvort, þetta bara hvenar við fáum meiri áföll hvað það varðar. Við náttúrulega vorum með eld í útjaðri þéttbýlis fyrir 2 eða 3 árum í Reykjavík og við erum náttúrulega með skógrækt víða í þéttbýli og kringu þéttbýli og ekki síst sumarhúsbústaðarsvæði. Það ekki bara þannig að við gætum gert skipulag, það kannski hægt að segja aðeins frá hvernig verið að setja eldvarnarskipulagið inn í skógræktaráætlanir núna í nýskógrækt. Hrefna, stattu fyrir máliðinu.
Komdu bara hingað upp, þetta allt í lagi, þú ert meðhöfundur. Jæja, ok. Já, takk fyrir þessa góðu, kalla þetta ábendingu, Bjarni, af því að jú, við erum þarna getum við virkilega tekið okkur á og þetta eitthvað sem við heyrum reglulega frá öllum. Við vitum þetta sjálf, bara sem sitjum inn í salnum, að við getum gert betur varðandi eldvarnir í nytjaskógrækt og allir í skógrækt. Sveitarfélögin eru náttúrulega að kalla mjög mikið eftir þessu og þetta það sem maður heyrir bara reglulega, maður fundar með sveitarfélögunum. Öll þessi grænu svæði í kringum þéttbýli sérstaklega eitthvað sem við hafa áhyggjur af. Sveitarfélögin sjálfsansett, þau eru ekki mikið að spá í nytjaskógræktina og svo finnst mér það líka af því að það eru náttúrulega sveitarfélögin og HMS sem að gera eldvarnar áætlanir fyrir sveitarfélögin og slökkviliðin á svæðinu þá. Mér finnst það svolítið áberandi þegar maður að skoða þessi plögg hjá þeim að þar mjög lítið fjallað gróðurelda og jafnvel í bara mjög nýlegum svona eldvarnaráætlum þá lítið fjallað það. Þegar kemur að hvað við erum að gera í sambandi við okkar áætlanagerð í sambandi við nytjaskógrækt og bújörðum, þá það alveg rétt. Við gætum virkilega gert betur þar og þurfum að fara að gera það núna. Þannig að ég held að við skulum bara taka það sem brýningu til okkar í sambandi við okkar áætlanagerð, hvernig við skipuleggjum einmitt það sem Hreinn var að fjalla núna, til dæmis eldvarnarhólf, hvernig við notum tegundirnar í okkar ræktunaráætlunum, aðganga vatni og bara höfum hreinlega viðbragðsáætlun og talan ekki ef við erum með svæði þar sem mikið af fólki á ferðinni að við séum með merktar flóttaleiðir líka. Þetta mikið af þessu ávistir sem hanga lágt á trjánum og auðvelt að gera eitthvað með. Þannig að ég kannski einhverjir sem að vilja bæta við þetta í sambandi við hvernig við erum að gera okkar áætlanir í dag. Einhver sem ég að gleyma einhverju. En ég held að sé kannski bara aðalega þetta. Getum við gert mikið betur og við skulum bara skerpa okkur. Ég get kannski bætt aðeins við að það var fyrir nokkrum árum að frumkvæði Björns B. Jónssonar stofnaður hópur sem að var að í rauninni vinna svona fræðsluefni gróðurelda og eldvarnir í skógum og hvernig maður mætti bæta úr því og Björn Traustason var í þessum hópi og fleiri nokkrir aðilar. Ég búinn að sitja í honum í nokkur ár og þessi hópur í rauninni komin og hefur stækkað heilmikið og komin yfir til HMS, Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, sem að heldur utan þetta mál og það búið að tengja náttúrulega helstu slökkvilið á landinu inn í þetta og það búið að tengja almannavarnir, það búið að tengja veðurstofuna og því hafi líklega orðið vör við ykkar auglýsingar í útvarpinu núna undanfarið þar sem var verið að vara við gróðureldahættu og það svona partur af þessum hópi, það að ræða ef það orðið mjög þurrt eins og núna á suðvesturhorninu. Og í rauninni vara bara fólk við að fara ekki að kveikja eld úti við og annað slíkt, fara varlega með eld. Þannig að þessi vinna hefur undið verulega upp á sig og þið getið séð til dæmis fræðsluefnin á gróðureldar.is og þar mikið verið að hugsa sumarhúsaeigendur og það svona stærstu áhyggjurnar þessi árin að það kom upp eldur í sumarhúsahverfum. Það það sem að martröð slökkviliðsins á Suðurlandi eða kemur upp eldur í Grímsnesi. Og þá náttúrulega alltaf verið að hugsa fyrst og fremst hvernig kemur maður fólki út úr hverfinu. Því að það ekkert við neitt ráðið ef aðstæður eru þannig. Þá brenna bæði hús og skógar. En við bara krossum fingur og vonum að það gerist ekki bráð. Og ég get bætt einu við líka sem að mér datt í hug. Það nefndi Finnland, þar sem að eru yfirleitt ekki mikil vandamál með skógarelda. Það ekki bara 1000 vötn, það 2 önnur atriði sem að koma þar til að þar líka Finnland flatt og auðvelt að komast
og þeir hafa mjög gott vegakerfi. Þeir hafa gott kerfi skógarvega sem auðvelt að búa til í flötu landi þar sem að þarf voðalega lítið að gera. Aðalatrið í að fást við skógarelda að komast að þeim. Og þetta fengum við að vita í fréttum bara núna frá því í síðustu viku þegar kviknaði við Straumsvík að stóra vandamáli var að komast að eldinum til þess að þarna í hraununum. Það var ekki hægt að keyra með bíla neitt nálægt og einhvern veginn menn gangandi í hraunum, það einhvern veginn, það erfitt sko. Þannig að eitt af því sem við þurfum klárlega að gera í skógrækt að leggja meiri vinnu í slóðagerð, vegagerð og auðvitað kort þar sem að vegirnir eru sýndir, þar sem að ef að kviknar í þá geti slökkvilið notað vegina. Og þetta allt í þessari nefnd sem að allt þetta umtal í þessari nefnd. Svo fáum náttúrulega stundum bátt fyrir að leggja vegi en það aftur annað mál. Einhverjar örfá eina enn spurningu? Já, gjörðu svo vel. Það kom þarna mynd af þyrluskjólan væri rifin, en það voru keyptar 2 nýjar. Ástæðan fyrir þeir gátu ekki notað þarna þessa skjólu núna til að slökkva í eldinum þarna í Reykjavíkinni, eða Hafnarfirðinum, það var vegna þess að þyrlan var biluð í viðgerð inni sem getur lyft þessu, ef ég skildi málið rétt.